Jæja, sæll vertu Tumi Magnússon og þakka þér kærlega fyrir að leyfa okkur að njóta þína listar hérna í Svavarsafni. Sjálfblessu sjálf og gaman að koma að gera eitthvað hér. Við tölum saman hérna að tilefni opnunar á sýningunni þinni tímaréttingar laglínur sem heitir upp á ensku Time Correction Melodies. Og mig langaði að bara spyrja þig fyrir það fyrsta út í titilinn og hvernig hann harmonerar við þetta verk sem þú hefur verið að vinna að í nokkur ár eða bæta við. Já, ég hef búin að vera, ég sýndi sko fyrstu útgáfu af þessu verki 2021 í Danmörku, Korsør í Danmörku og svo sýndi ég aftur í Úrúgvæ 23 haustið og þá var ég búinn að skipta út einu vídeóinu og svo þegar þetta kom upp að gera þetta hér þá bætti ég við einu vídeói viðbóta því að það rýmið hér hendaði vel fyrir 4 vídeó og mig hafði alltaf langað til þess að gera það reyndar og endur gerði 1 líka. Þannig að oftast það nú þannig hjá mér eins og held ég hjá mörgu eða flestum listamönnum að maður gerir eitthvað verk og sýnir það og þá er það búið. En ég ákvað bara í þetta skipti af því að ég var ánægður með verkið og svolítið forvitinn með svona hvað ég gæti haldið áfram, hvað ég gæti gert við það meira, að leyfa mig bara að gera það aftur og það væri ekki endilega búið við sýninguna, skilur. Mætti ekki hugsa sér að í raun og veru þessi máti að vinna á sé kannski leið einhvers konar svona hugmyndafræðilegur hluti af verki sem að fjallar jú tíma og tímaleiðréttingar. Það má kannski segja það. Já, en þú varst að spyrja líka nafnið mitt og nafnið er bara svona nokkuð nákvæm lýsing á því sem er að fara fram. Já. Þannig að því að ég leiðrétti tíman í vídeóinu með því að stilla hverja hreyfingu í þessum athöfnum í vídeóinu á sama tíma þannig að allar hreyfingar í þessum upptökum sem eru yfirleitt einhvers konar vinna, að hefla, þvo glugga og fleira og sem eru oft fer fram með svona mishröðum hreyfingum, sumum löngum, öðrum stuttum og hröðum og svona stilla þær allar í sama tíma sem eru 2 sekúndur þannig að það verður úr því 2 sekúndna rytmi sem er svona auðvelt að sjá sem til dæmis öndun. Já. Og við þessa breytingu að stytta eða lengja hreyfingarnar þá breytist hljóðið og verður úr því einhvers konar melódía eða eitthvað sem ákvæmst ég kalla melódíu. Já, einmitt. Sem svo þegar það eru 3 eða 4 vídeó spila einhvern veginn saman og mynda kannski getum að kalla það harmoníu eða þá þveröfugt bara ekki disharmoníu, veit ekki hvað það heitir á íslensku og verður svona hálfgerð kakofónía úr því. Einmitt, en mjög rytmísk og regluleg. Já. Það er þetta með tímahugtaki sem er okkur öllum kannski eina af þessum huldustu ráðgátum. Og maður er kannski alla ævi að reyna að skilja þetta fyrir bara í tíman. Já. Og í þínum verkum ertu að teygja á honum á toga sem að kvikmyndin, myndbandið, vídeóið og hljóðvinnsla í stafrænu umhverfi bjóða svo fallega og vel upp á. Mér langar kannski að spyrja þig svona hvernig þú tengir þetta verk og þetta tímabil við vinnslu þessa verks sem svo heldur áfram eftir þessa sýningu mögulega. Hvernig þú myndir tengja það við fyrri verk, bæði í þessum listmiðlum og kannski öðrum miðlum sem þú hefur fengist við? Einmitt. Það er skemmtilegt að fá þá spurningu og ég hef alltaf verið svolítið heillaður af tíma og sem fjölmargir aðrir listamenn hafa verið. Náttúrulega fólk er búið að vera að vinna með tíma lengi og ekki síst á svona konceptlist og ýmsu öðru og svona liggur við að það verði klisja en mér finnst gaman að leika mig með þetta
það, þú veist, ég var að mála til að byrja með. Já. Hérna upp úr 80 og áfram fram til, hvað næstu 2000, fram til 2000. Já. Og ég gerði mér ekki grein fyrir því í byrjun en svo fattaði ég að það tók að líða á það tímabil að það var eiginlega alltaf einhvers konar hreyfing eða tími í verkunum mínum. Já. Já. Bara því að ég hafði þennan áhuga á því og það var oft hægt að sjá verkin sem einhvers konar svona bara eitthvað stutt tímaatriði, einhverja hreyfingu eða eitthvað. Já. Sem að var svo, sem að ég svo hélt svolítið áfram með og fór að vinna svolítið meðvitað með því. Og tímabilið var ég að gera til dæmis raðir af málverkum. Já. Það sem var breyting úr einum lit yfir í annan, lit einhvers efnis yfir í annað efni. Þannig að það var svona eitthvað breytingaferli þar sem að tók einhvern, ekki ákveðin tíma, en maður gæti náttúrulega hver skoða þann tíma á sínum hraða. Já. Og það er annað í sambandi við tímann, sko, það er líka bara þetta með þennan hraða sem að við erum, sem fólk hérna, skal ég segja, sem okkur eiginlega áskapaður. Já. Í okkar upplifun á heiminum. Já, sem að kannski allt annar heldur en hérna, sá hraði sem að önnur dýr lifa á. Já. Þú veist, hvernig fuglar og skordýr hreyfa sig og stór dýr eins og fílar hreyfa sig hægt og maður getur ímyndað sér allavega að þessi dýr sjáu okkur sem þannig að við séum að hreyfa okkur rosalega hægt eða hratt þó það sé réttur hraði fyrir okkur. Og kaotískt kannski, maður hugsaður hérna þess að dásamlegu bæði hérna flugu og fuglahópa sem að ferðast og organisera sig svo dásamlega og undarlega í sínu flugi, í hópflugi. Já. Þá erum við náttúrulega hinn ótrúlega kaotísk og vandræðileg bara hreinlega í okkar hreyfingum og rytmum. Svona. Mér langaði með þetta, spyrja þig pínlítið út í þetta sem það nefnir með málverkið þegar þú varst að vinna að málverki svona á fyrirhluta langsferils þíns og það er einmitt þessi svona samruni sem að ég sé svo sterka tenginga við verkin sem þú ert að vinna í dag. Já, hérna samruni til dæmis einhverja efna í þá verkum sem ég var að gera eftir cirka 90-92 eitthvað svona sko. Já. Og þetta hérna náttúrulega mikil tenging þarna sko en enda hef ég aldrei séð ég sá mig aldrei sem málara meðan ég var að gera málverk sko. Því mér finnst að aðferðin skipti ekki miklu máli. Og ég hef alltaf séð mig sem listamann, ég sá mig á þeim tíma sem listamann sem var að vinna með málverk á þeim tíma. Já. Og sem fór svo yfir í veggmálverk og ljósmyndaverk og allt sátt alltaf þess að sama hlutin og svo breyttist það í vídeo og þróaðist það yfir í vídeo smá saman sko. Já. Og þá það einhver aðferð sem maður lærir bara með maður að vinna í því sko. Já. Og svo það þetta eins og þú nefndir þetta eru 4 varpanir hér og með sitt hvoru hljóðinu sem tengist því sem maður sér gerast í vörpuninni. En þetta eru þessar svona daglegu iðja eða eitthvað sem að flestir kannast við og eru svona heimilistengdar. Já, og það hefur oft verið sagt eitthvað um verkin mín að ég sé alltaf að vinna með hversdagsleikann og en hérna það er ekki vegna þess að ég hafi endilega svo mikinn áhuga á því sem hversdagslegt heldur það bara vegna þess að ég sé enga ástæðu til að vera að leita langt yfir skammt í að leita viðfangsefni. Af því að það er ekki endilega viðfangsefni sjálft sem ég er að vinna með heldur hvað ég geri við það. Já,
það er kannski líka svona, það færi mig yfir í það sem ég langaði þess að spyrja út í sem er bara sko húmorinn í verkum þínum. Já, Þegar ég, sko, mér veistu þannig, þú veist, skemmtileg og snerta mína húmorstaug mjög já, mikið. já, mína líka sko. Já. En það er ekki að því að ég sé eitthvað að reyna að vera fyndin. Ég er Nei, bara, nei. ég er bara svona sko. Þú ert bara svona fyndin. Já, ég bara, Já, já. ég veit ekki, þetta er bara, ég sé hlutina einhvern veginn á þennan hátt sko. Já. Ég meina það er kannski ef maður ætla að eima húmor sem Já. ætla enginn ætti að vera að reyna að gera og sem kannski verði þá leið dauðhreinsun í greiningu. Já, En það er kannski þetta, það er pingu fyndið sko þetta þegar maður sér já, svona hluti sem maður kannast við úr eigin lífi og eru svona hluti sem maður gefur engan gaum einhvern veginn, já, veist. Og já, þannig að þú ert að velja þessa svona iðju með þá kannski meiri svona áhuga á þessum rytma. já. En að því að þú veist að tala sko, þetta með húmor sko, þá er það bæði það og þessi hversdagslegu hlutir, einföldu hlutir, það er kannski líka vegna þess að ég er svona forðast einhverja dramatík í verkunum mínum. Já. Ég vil helst nota einhver mótíf eða athafni sem að er ekki mjög merkingahlaðin í sjálfu sér af því að ég er að gefa þeim einhverja aðra merkingu. Já. Og þá kemur maður kannski líka inn á fyrir bara innsetning sem að er eitthvað sem við þekkjum í myndlistinni á síðastlinnum allavega 60, 70, 80 árum. Já. En er kannski ekki öllum tamt að nota og kannski ekki allir sem átta sig á því hvað felst í því. Hvað getur þú sagt svona þín eigin verk? Hvernig þú hefur með myndbands og hljóðverkum verið að nálgast rými og þessa svona rýmislægu upplifun? Já, það er líka eitthvað sem að svona smyglaði sér inn í verkin mín líka þegar ég var að mála. Að það var oft svona allavega þegar það var komið fram á 10. áratuginn sko, þá sá ég oft verkin sem að væri einhver interaktion á milli verkana. Já. Og það væri ekki bara ein mynd á vegg, heldur hefði hún einhverja tengingu við ýmist við rýmið eða annað verk við hliðina sem hafði kannski einhverja tengingar á milli, skilur við. Og svo ennþá meira þegar þetta urðu málverkaraðir sem er eitt verk, kannski búið til úr 21 málverki sem að það var svona svolítið eins og teiknumyndasaga að því leyti, eða kvikmynd. Það var nálgast líka að vera vídeo bara hreinlega. Sko. Já, akkurat. Og svo fór ég stundum að gera veggmálverk. Og þá voru þau mjög oft sko tengd rýminu sem að ég var að vinna í. Já, einmitt. Og líka í ljósmyndaverkunum. Ég tók eitthvað myndir af einhverju í rýminu og kannski stækkaði það upp og breytti laginu á því þannig að það passaði inn á einhvern vegg eða eitthvað svæði. Já. Og þannig að þetta með rýmið svona það svona einhvern veginn smyglaði sér inn í verkin mín eins og tímaelementið sko. Já. Eða já. Einmitt, við töluðum aðeins það hérna á síðustu dögum og í gær hvernig við erum líka teygt á og togað og myndir sem ekki eru kvikar. Já. Og í seinni tíð svona í ferlinum ljósmyndaverk sem að þú hefur aðlagað eða sem sagt arkitektónísku rými. Rýmið skiptir mig miklu máli. Já. Og hvernig ég get aðlaga mig einhverjum rýmum sem eru kannski svolítið erfið og þá hefur það áhrif á hvað það er sem maður gerir og það getur þess vegna orðið alveg nýju verki sem að maður eða getur orðið jafnvel nýbyrjun hjá manni einhverju leyti sko, af því að maður þarf að aðlaga sig að þessu rými sem er vist skemmtilegt og sem maður getur svo þróast áfram yfir í annað rými og orðið að einhverju valdið einhverju breytingum hjá manni. Ég spyr kannski líka vegna þess að í seinni tíð
erum við mörg hver sko farin að upplifa rými á annan hátt. Ég Já. meina rýmið í símanum okkar og á tölvuskjánum og ýmiss konar sem sagt stafræn rými og hvernig við, ég meina allt þetta svona þegar listamenn eru að fást við rými sem svona holdlegt rými, físiskt rými, að þá leita þessar spurningar á mann, sko, hvernig, svona hvað ræður för, sem sagt, Já. og hvað kannski fyrir þig sem listamann býr það til svona, hvernig þú metur það í hvert sinn, á hvaða hátt rýmið, sem sagt, getur verið svona eins og samverkamaður eða Já. eitthvað slíkt. Já, það bara voðalega misjafnt eins og í þessu rými sem hér, sem er svona nánast white cube. Það hendaði mjög vel fyrir þetta verk hérna. En oft það þannig að maður þarf eitthvað að breyta verkunum að aðlaga og ljósmyndaverkin mín, það sem að ljósmynda af einhverjum hlut eða líkamshluta eða einhver svoleiðis sem beint aðlagaður einhverjum hluta rýminu og kannski eins og í þessu, já, eins og einu verki sem eru 4 líkamshlutar sem sýndin í listasafni og gallerí. Þá þarf ég að velja nýjan stað og þar með alveg nýtt form á hvernig hlut fyrir sig, sko. Og hefur þannig mjög mikil áhrif á hvernig verkin eru upplifuð. Af því að þau bara aðlaga sig arkitektúrnum á mjög afgerandi hátt. Já, mjög mikið og já, stundum, og svo gerir maður oft, sko, kannski nýverk akkurat fyrir eitthvað rými, sko. Já. Vinnur beint inn í það og en svo kannski svo langar maður til að sýna það verk annars staðar og þá þarf maður að breyta því og þá er maður að teygja á formatinu og einhverju meiningu eða í verkinu. Já. Og það sem mér finnst gaman í þessari aðlögun til dæmis ljósmynda af hlutum það sem að bakgrunnur er alveg klipptur út og hlutunum sjálfur felldur að rýminu, það þessi samruni á hlutnum og rýminu. Að hluturinn hefur áhrif á rýmið og rýmið hefur áhrif á hlutin. Og það ekki bara það að rýmið breyti verkinu, heldur breytir verkið líka rýminu. Og það sér maður mest í hjá mér í þessum ljósmyndaverkum. En svo það auðvitað í verkum unnum í aðra miðla líka, bara ekki eins afgerandi. Það kemur upp í hugan hjá mér verk, eitt af mörgum sem ég hef ástæð í þínum ferli og þetta einmitt með hvernig við kannski flest öll bara upplifum líka svona teygjanir og toganir, þú veist. Og kannski langar mann að tengja svona einhvern veginn, finna tengingar við söguna jafnvel og svona. Kemur upp í hugan þetta hauskúpuverk sem að þú hefur gert í svona vínilfólíu og fest eða sem sagt gert að verki sem að verður tímabundin hluti af arkitektúr. Sem það ekki frá Hans Holbein verki? Ég tók þessa hugmynd þaðan af hauskúpunni í málverkinu Ambassadorarnir eftir Hans Holbein frá 1500 og ég man ekki hvað, 30, 40, eitthvað svolítið, sko. Akkurat, og notaði það nema ekki með þessari meiningu sem að hann var það var hjá honum voru þetta einhver marglaga hugsun á bakvið það, sko. Og ein teórían sem frá Halldóri Birni Runólfssyni var að þetta væri rauninni signatúrin hans, þessi teygða hauskúpa sem í forgrunni verksins og maður sér ekki hvað þetta er. En honum datt í huga að þetta væri signatúra því að hann heitir Holbein eða Holtbein eins og eins og hauskúpan er. Og ég gerði líf meira að segja
sýningu einu sinni í Danmörku í galleríi með þessum hauskúpum sem ég kallaði Ossobuco Spaghettification. Því að teygingin á hauskúpunni eitthvað sem tengist við eitthvað hugtak í sennilega bara úr heimsfræði sem þegar mikið aðdráttaröfl á leiðinni inn í til dæmis black hole, hvað það nú heitir. Svarthol, heldur. Svarthol, teygir á hlutnum, sko. Já. En Ossobuco þýðir líka holt bein. Einmitt, auðvitað. Þannig að þetta var svona, bæði eins og mataruppskrift og svo nafn á verkinu sem tengdist beint í sem var myndefninu. Já, akkurat. En Ossobuco líka bara ágætis kjötkása í hugum margra, já, akkurat. Það er ekki hægt að forðast húmorinn í. En hann var náttúrulega þessi hauskúpa í verkum Holbeins oftast séð sem táknmynd dauðans og nálægð dauðans. Já, akkurat. Og maður getur ekki séð hort bæði í einu á hauskúpuna og myndina. Því það er bara einhverjum hliðstæðum veruleika og hauskúpan teygð. Ef maður ætlar að horfa á hana frá hlið og fá hana rétta, þá sér maður ekki, þá myndin orðin vitlaus. Ef maður horfir beint á myndina þá hauskúpan vitlaus. Og það eitthvað sem mér fannst mjög spennandi og það kannski eitthvað líka sem ekki þessi guðfræðilegi þáttur heldur, bara þetta með að horfa á og skoða hlutina sem mér finnst spennandi og kemur kannski fram í þessum tíma hluta, til dæmis í þessu verki hér. Að það að veruleiki myndarinnar verður allt of hægur í 2 sekúndur og svo allt of hraður í næstu 2 sekúndur og sem að passar ekki við okkar venjulegu tíma upplifun. Maður þarf að fara inn í, ef maður ætlar að horfa á það, ætlar að sjá það að réttan hátt, þá maður kannski að brengla raunveruleikann sem maður sjálfur í. Sem nú þegar nógu brenglaður fyrir. Já, og þessi tími sem við eigum heima í, sem við höldum að sé einhver eðlilegur og venjulegur tími, hann breytist líka eftir því hvernig skapið við erum í og alls konar hlutum. Hvernig við erum að upplifa, tilfinningalegur hluti hefur áhrif á það líka. Einmitt. Og það er kannski akkurat þetta, ég sé nú að varpa upp hvað maður að segja mynd eða minnast á þetta verk þitt eitt af mörgum. Já, kannski einmitt vegna þessa að maður til dæmis í verkinu sýningunni hér í Svavarsafni, að þá vegna þess að þáttar sem þú nefnir, að þá maður ef maður gefur því gaum, ef við gerum ráð fyrir að flestir gestir svona á meðan þeir eru í salnum bara eru að upplifa og finna sínar tengingar og finna leiðir til þess að upplifa og það þá á sjónrænan máta, þetta að máta sig við og svo kemur eitthvað annað inn í og maður reynir að það kurrar í hauskúpunni á fólki að reyna að finna svona eins og kannski stundum með kvikmyndalinsu að fókusera, finna sinn eigin fókus og reyna að skilja á hvaða hátt sem fólk gerir það sem sagt finna eitthvað svona hvað maður að segja skilning eða botn hver fyrir sjálfan sig. Einmitt og mér finnst það bara mjög gaman ef að fólk upplifir hlutina á einhvern veginn á sinn hátt. Ég vil helst ekkert vera að segja fólki ákvörðan hvernig ég vil að það upplifi. Nei, einmitt. Og svo hefur verið gaman eða hefur margar hliðar þannig. Já, akkurat. Og mér fannst auðvitað það klísja að svona við verðum alltaf að líta til blessara barnana með lausnir fyrir okkur sem eldri erum í öllu. En það alveg sérstaklega ánægilegt finnst mér að til dæmis fylgjast með krökkum inn í sýningunni þinni hérna núna. Dáleitt. Það þurfti að toga út krakka hérna svona milli 3 og 10 ára, 12 ára hérna í gær. Já, mér finnst það alltaf mjög mikið mjög skemmtilegt ef að krakkar eru stórt kompliment ef að börn eru hrifin af verkinu sem að reyndar oft með verkin mín Já. Börn laðast oft að þeim sumum hverjum allavega. Já. Ég meina þau hafa ekki þetta skemmtigildi og narratífu sem að teiknimyndir hafa. Þetta einhver allt annar veruleiki sem að krakkar
Ég var eitthvað skrítið, upplifa, sko. eitthvað skrítin, sko, og Einmitt. Mhm. skrítin og skemmtileg, Já, einmitt. sem að því við komum að þessum hauskúpuverkum þarna, gömlu, Já. að þá notaði ég sem sagt hauskúpur sem að voru kannski einhver leikföng eða eitthvað, eitt var einhvers konar bókastóð og einu var strókleður og eitt úr einhverjum leikjum og eitthvað svoleiðis, sko. Já. Hversdagslegar hauskúpur, ekki Já. tákmyndir dauðans, nema einhvers staðar á bakvið. Já, akkurat, já. En það hefur náttúrulega, þetta form hefur bara, eins og við þekkjum allt annað merkingu í Evrópu en í Latnesku Ameríku og svo framvegis og er orðið bara svona eitthvað sem að, maður les bara í hver með sínu sniði. En núna mig langar að spyrja þið svona áður en við kveðjum eða kveðjumst, að hverju þú ert að vinna þessa mundir? Núna að búin að búa til, sko, 2 rása vídeóinnsetningu sem að verður í samsýningu í Basel. Já. Og verður í rauninni til út af rýminu þar. Ég fæ sýningarrými sem er svona 2,45 gráðu veggir, svona hálfleiti á móti hvoru. Já. Og svo er hérna einn veggur á milli, endaveggur. Og þannig ég gerði vídeo sem er tekin á göngu. Þannig ég hef svo oft gert verk sem að tengjast eitthvað göngu. Já. Og tekin til það sem myndavél er fest á fótinn alveg niður við jörð og tekin til beint út á vinstra fæti fyrst og svo hægra fæti á eftir. Já, og hérna en á mismunandi stöðum en það verður út, það er svona, þetta er ganga við sjóinn báðum megin, þannig að það verður myndar einhvers konar nes labba á sem er með svona þess að sveiflan á fætunum er afgerandi í verkinu og verður svolítið ruglandi. Svona öldukennt kannski þá. Já, og svo eru með því ljósmyndaverk sem eru unnin út frá vídeói líka sem eru af þessari hreyfingu líka, bara utanfrá, af fæti sem tengjast að vissu leyti Muybridge. Já. Hvað hérna nú Richard Muybridge? Já, þessum endurtekningar sem eru ljósmyndaverkum sem að vísa til kvikmyndarammar sem sýna hreyfinguna. Nema ég einangra hreyfinguna alveg bara á svona bæði einangra fótinn og einangra og klippið þetta út frá bakgrunnum, þannig að það verður svona eins og objekt úr því. Já, einmitt. Og þetta verður þarna og svo er ég að undirbúa sýningu, eina litla sýningu í Danmörku sem að verður veggmálverk. Og er líka af því að það hentar vel rýminu og það sem er gaman að fara aftur í veggmálverk. En ekki fara alveg út í hvernig það verður gert. En hérna, svo er sýning í Reykjanesbæ sem Gavin Morrison er að vinna með mér sem kúrator. Mjög spennandi. Talandi að því þú nefnir Kaupmannahöfn, þú ert búsettur það og hefur verið árabil og starfaði lengi sem prófessor við Konunglega Listaháskólann. Hvernig svona, til dæmis í borginni, ertu í díalóg við aðra listamenn sem eru kannski að vinna til dæmis með myndbandsinnsetningar, þú veist hvers konar? Í rauninni ekki. Nei. Það er ekkert svo mikið svoleiðis þar. Nei. Það er svolítið öðruvísi listasefnan þar. Ég er auðvitað þekki fullt af listamönnum og ræði stundum eitthvað við þau einhver verk sem maður sér og svoleiðis en það er ekki sami díalógur eins og hér. Nei, einmitt. Ég er miklu meira tengdur íslenska listheiminum þannig. Já. Ég spyr svona bara því að ekki það að það þurfi endilega að vera eða þú veist heldur bara einmitt mér sjálfur ekkert sýnst kannski myndbands svona vídeólista hlutin vera svo stór kannski eða veigamikill í listasennu í Kaupmannahöfn og Malmö kannski endilega. Hann er það ekki mikill sko. Nei, akkurat. Það er bara, maður svona hugsa til þess sko af því það er bara svo mikilvægt fyrir okkur öll í listasennunni að vera
hluti af einhverju samræðu Já, og vekja til hennar og allt þetta sko. Að það er mismunandi hvort að fólk hefur, þú veist, þörf fyrir það innan einhverja svona ákveðis svona nýs eða þannig. já, það er ekki reynda það að ég þurfi endilega að vera í díalóg við fólk sem er að vinna með sömu medíu og ég. Einmitt, já. Mér finnst það nú mikilvægara hvað fólk er að pæla Auðvitað, í hvaða aðferð sem er. En þetta sem ég er að gera einmitt tengist ekki mikið þessari vinnu í svoleiðis í Kaupmannahöfn. Einmitt. En það rápa ég mikið fram og tilbaka. Já, akkurat. Það er fullt af góðu listamönnum þar sem bara vinna á annan hátt. Já, einmitt. Svona sem síðasta spurning sem að varða kannski líka þetta sko tengt miðlinum. Hafa þín myndbandsverk verið hefur þú sýndu á þessum svona vídeólista til dæmis hátíðum? Ég hugsa eins og í Barcelona og Loop. Nei, ég hef það bara ekki, ég hef það ekki sko. Nei. En mín vídeóverk eiginlega alltaf innsetningar. Já. Og mér hefur nú fundist að svona hátíðir séu oft gangi meira út á eitt vídeó eða eitthvað sem er bara skrýning á einu verki. Einmitt. En hjá mér þá er heilmikil vinna alltaf að setja upp og fella að rýminu og virkar ekki svona þannig að fólk komi og sittist á bekk og horfi á það sko. En það er sjálfsagt einhverja hátíð þar sem maður gerir það ekki. En ég hef ekki verið þar. Einmitt. Svo í munni allavega. Já, nei. Mig langar bara að þakka þér innilega vel fyrir Tumi, bæði að gefa þér tíma í smá spjall en umfram allt að færa ykkur hér á Höfn og í Svavarssafni svona æðislega sýningu sem að vekur miklar bara sterkar viðtökur og góðar og mun hafa áhrif á marga hér á sýningatímanum. Og sýningatímanum þá munum við leggja áherslu á að fá hingað og hópa á öllum aldri til þess að ekki bara upplifa sýninguna heldur bjóða upp á samræði hana og hvað fólk er að hugsa almennt í sínum eigin ranni. Þannig að við hlökkum mikið til þess. Gaman ef það virkar. Hefur áhrif ef einhver hefur gaman að þessu. Já. Kæra þakkir enn og aftur. Takk sömuleiðis. Við erum bara hress og gátt með þetta. Já. Allt saman. Takk.